Mættar hérna við rauðaborðið sósíalískir feministar og ætlum að taka smá yfirlit yfir fréttir vikunar með feminískum glerugum. Þær eru hérna hjá mér, það er Sara Steff Hildadóttir og Þórdís Bjarnleifsdóttir. Verið velkomnar, ég heiti María Pétursdóttir. Við ætlum aðeins að fara yfir nokkra fréttir vikunar, ef ég kannski bara byrja aðeins að ræða svona umtalaðasta mál, eitt umtalaðasta mál vikunar sem var mál hérna Eddu Falag, þar sem hún á að hafa logið til starfsferilsinn í einhverjum merkilegum banka, einhverjum fjárfestingabanka í Kaupmannahöfn, þar sem hún sagðist hafa verið í verðbréfamiðlun, skiptir eiginlega ekki máli einmitt. Nei, einmitt. Og Frosti Logason kemur með þessa uppljóstrun í rauninni að hún hafi logið til það hún hafi unnið þarna og eins á einhverjum öðrum stað þarna í Kaupmannahöfn, þar sem hún á einmitt að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni og þar með hana gjaldfella það að hún hann vildi þar með gjaldfella það að hún hefði orðið fyrir þessari kynferðislegri áreitni vegna hún hefði aldrei unnið þarna. En ég veit ekki, hann tók ekki með inn í dæmið að mögulega hefði hún logið til það til þess að bara að því hún vildi ekki gefa upp í hvar, það var ekki hægt að rekja málið. Maður veit ekkert hvað stendur svo sem á CV-inu sem hún skilaði inn til Stundarinnar eða hvort hún hafi þurft að skila inn einhverju slíku. Nei, ég meina Stundin mitt sagði bara að það kemur málun ekkert við, sko, hjá hvaða á hvaða vinnustöðum hún hefði unnið í fjármálageiranum í Kaupmannahöfn, það hefði ekkert með hennar störf hjá Heimildinni að gera, eða Stundinni, sem er alveg rétt, sko, ég meina enda var greinlega ætlun, sko, hérna, Frosta og félaga að taka bara niður, hérna, konur og þeirra kannski svona rétt, þannig að þolenda rétt að geta sagt frá án þess að vera endilega bundin hérna í einhverja klafa dómskerfisins sem að þeir grípa nefnilega oft til, þú veist, saklausun sekt sönnuð, að því sá frasi, því að það er núna bara undarfarið í MeToo, að þá hefur náttúrulega bara margoft komið fram að það bara stenst ekkert skoðun, þú veist, þú ert ekkert endilega saklaus uns sekt sönnuð, þú getur bara vel verið sekur þótt þú hafi sloppið með skrekki. Já, þá sé ekki búið að sanna það upp á þig. Einmitt. Þannig að það er náttúrulega bara svona ferraveldis frasi, þú veist. Þannig hérna. Og þannig að Edda kannski lendir svolítið í þessari hakkavél náttúrulega. En það sem að mér varst líka áhugavert sem gerðist með þetta mál var að konur raunverulega stóðu þarna allar með henni. Þú veist, það var alveg hérna ókvikull stuðningur bara frá mjög ólíkum hópum, feminista og bara kvenna yfir höfuð. Þú veist, að því að kannski, ég minna, hvort þú skilgreinir þið sem feminista eða ekki feminista, en það mátti alveg finna það allavega svona á internetlandslæginu að það bara stóðu allar konur með Eddu og fleiri til náttúrulega. En feministar kannski einmitt, þú veist, í ljósi liðina atburði kannski hérna eins og í febrúar að þá kom í ljós að feministar standa ekkert alltaf með öllum konum, svona opinberlega. Það var nú eitthvað sem þú ætlaðir aðeins að tala Þórdís, varandi liðna atburði í Eflingu og þegar Sólveig kallaði eftir stuðningi og hún var nú að rifja upp að ekki? Jú, hún var að rifja upp í Facebook status í gær held ég bara. Þetta svona umræða sem ég á mjög erfitt með svona aðskilja og það að Efling sé til dæmis ekki boði á kvennaráðstefnu innan ASÍ af því að formaður Eflingar þykir vera óþekkur feministi og vera karllæg. Ég skil ekki, ég skil ekki. Já, það er rosalega áhugavert, ég meina, og mér fannst þess að hún sagði í þessum pistli sínum á Facebook það var rosa áhugavert sko að feministar burtsér frá henni að það væri ekki hægt að taka af skarið og sína lálaunakonunum stuðning, þú veist, allavega það að þá skrifa einhverja grein eða opinberlega tala til þess að styðja við bakið á þeim. Það félagið sem er innan með lálaunakonur sem er að berjast mest í bökkum sem náðu ekki endum saman frá fyrsta til fyrsta sko að þau geti ekki risið upp af þessu plani og stutt
þessar konur burt séð frá formann Eflingar. Já, þetta bara rosa áhugavert í allri feminískri umræðu og verður eflaust, ég meina þetta skráist bara í sögubækurnar, þú veist, auðvitað þurfa feministar ekki allir að vera alltaf sammála, en enga síður þá þetta mjög áhugavert, því þú getur náttúrulega tæknilega valið þetta, að styðja Eflingar konur á þess að styðja beint á yfirlýst formannin, ef það einhverjum vankvæðum háð, sko. Maður finnur bara annað plattform til þess að styðja konur, en maður kannski ekki alveg sammála talsmanninum. Já, nákvæmlega. Já, þetta svolítið sérstakt. Sara, þú ætlaðir að tala klám. Já, heyrðu, ég rakst á frétt hérna á internetinu svo kallar gerviklám sem að ég bara skransaði sko. Gerviklám, en þá sérst lentu hérna 3 íslenskar konur í því fyrir ekki svo löngu að andlit þeirra og nöfn voru tekin og búin til aðgangur á Instagram undir formerkjum OnlyFans kláms og 2 þeirra var sérst blanda saman, þannig að hérna, þær komu alveg fram undir nafni þessar konur í fjölmiðlum, þannig að Hödd heitir hún svo sem var fréttamaður og lögfræðingur, hún var fréttakona á Stöð 2 og Saga Ír heitir önnur, þeim var svona splæst saman í eina konu hún svo líka lögfræðingur eitthvað tilviljun og þannig að það mynd af Hödd og svo nafnið hennar Sögu og svo hérna vísað áfram á gerfisíðu sem lítur út fyrir að vera OnlyFans síða og þar eru klám kaupendum þeir eru leiddir áfram að því að klám konur sem að hérna vinna við, fólk sem vinnur í klámbransanum notar oft Instagram sem svona tælingar account sem að vísa svo áfram inn á aðra staði þar sem þú getur notað hérna, kortið til að kaupa aðgang að kláminu sjálfu sko. Og þannig að þarna var verið raunverulega að hafa fólki ég myndi þá, hafa af körlum kreditkorta upplýsingar veist, þetta var ekki raunverulega OnlyFans síðan þannig að þetta var hluta svona skammi og Nína Richter sem er vinnur hjá Torgi held ég núna hún var tíma hjá RÚV, hún lenti í þessu líka og hérna þá erum við, þú veist, þannig að þetta er svona náttúrulega eins og Nína talaði hún sagði bara en hafi liðið eins og þetta væri bara svona árásin í engalíf sitt, ég meina þú bara einhvern veginn missi stjórn á þínu identity, sko og hún fór bara í svona eitthvað damage control að hafa samband við fólk sem hún þekkir til þess að hérna fyrirbyggja, þú veist komaði með skilningum að þetta væri ekki hún var ekki fann að starfa við klám, þú veist, þannig að þetta er náttúrulega bara hrikalegt að lendi í þessu og þetta enn og aftur sýnir bara hvað konur eru ótrúlega undirskipaðar sem söluvara í þessu samfélagi þú veist og hérna og svo fannst mér bara í framhaldinu hérna fekk ég þetta svona aðeins á heilan og fór eitthvað að skoða þú veist svona censorship svona ritskoðun á netinu sjálfu þú veist hvað möguleika við höfum að því ég er eina af þessum konur sem spyr í sífellu bara akkur er ekki hægt að loka fyrir þetta klám að vegna þess að sko 75% af mansal í heiminum eru vegna kynlífsmansals svo kallað, ég meina að sjálfsögðu er þetta ekki kynlíf þetta er klámmansal og 95% af þeim hluta eru konur og börn þannig að þú ert alltaf að tala eitthvað svona exploitation sko, og ofbeldi og algjört ógeð sem eitthvað hugmyndum frelsi vegna þess að þú getur bara, ég fletti mitt upp í kjölfarið listum hvernig hérna, ríki heims loka fyrir alls konar efni og þetta eru Kína og Norður Kórea þar efst sko. En til dæmis þá eru Bandaríkin til dæmis ásamt Mexíkó og fleiri og Kanada hafa til dæmis truflað notkun torrenta þú getur ekki torrentað bara alveg þú getur ekki stólið bíómyndum alveg skilur, þannig að höfundavarið efni ekkert mál að loka á það konur og börn þú veist, sem eru bara pyntuð til kláms og dælt í þeim hérna lyfjum og alls konar ólifjan frelsi þú veist, þetta er bara hrikalegt en ég geti tala lengi um þetta sturlaður heimur sko. Þetta er sturlaður heimur Einmitt, þegar þú varst að tala gerfi klám ég var ekki alveg að átta mig á hvað það væri sko, ég var að fyrst hugsaði með mér hvort það væri sko hérna teiknimyndaklám eða svona það komið eitthvað svona klám sem er svona kannski ekki bent teiknimyndir en eitthvað svona 3D myndir eða eitthvað svoleiðis
Já, ég meina konur, þú veist, verða bara alltaf vinnudýrin, skilur við erum bara vinnudýr inn á heimilinu, fyrir utan heimilið í þessu, eða þú veist, aðal áherslan þarna náttúrulega hvort sem það skáldskapur eða raunverulegt, að þá fjallar þetta náttúrulega þessa undirskipun og niðurlægingu, sko. Og þetta bara rosa náttúrulega hrikalega öflugt tæki til þess að halda Sérðu þegar að Frosti Logason myndi lendi í svona? Nákvæmlega. Já, það verður áhugavert að heyra hans viðbröði því á. Já, einmitt. Nákvæmlega. Vitum við til þess einhverjir svona frægir íslenskir karlar hafi orðið fyrir þessu? Ekki enn. Nei, einmitt. En ertu svona að segja þessar konur sem að andlitaðan voru fengin að láni eða stóli bara í þetta að þær séu rauninni varnarlausar gagnvart? Já, svo það annar hluti af þessu að konur sem lenda eins og í svona deepfake sem annað, það sem bara andlitið bara sett á og bara einmitt svona 3D tækni notu til þess að bara fabriketa einhverja líkama og svo ertu bara að gera alls konar hluti eða sérst andlitið á þér tengt við eitthvað sem að þú hefur aldrei komið nálægt að það þá alltaf þess sko spyr ég, akkur ekki hægt að loka á þetta af því svar lögreglunar við þessu við getum ekkert gert torrenta, það bannað Já, þetta athyglisvert. Já. Heyrðu, við kannski förum úr þessu yfir í háskólana. Þið hafið aðeins verið að velta fyrir ykkur nýjustu fregnum nú alveg logar sko eða sérst þetta ekki, ég ætla ekki að segja samfélagsmiðlar en skoðanagreina kerfin á fólki sem að gagnrýna og háskólafólki sem að gagnrýna Áslaugu Örnu. Já, hún var einmitt í viðtali núna helgin á Sprengisandi. Það sem hún raunni að tala það að það þurfi að fara að beina háskólanum í það að þeir og raunni greiða háskólanum fyrir það að beina fólki í ákveðnar greinar í skólanum. Þar sem að atvinnurekendum vantar fólk inn í ákveðna greinar og þar hún mikið að tala félagsvísindin og og fleiri svona sem að hún segir séu svona ódýr fög og þessna séu háskólanur að beina fólki frekar þangað sko. Já, en hún vill beina þeim frekar inn í þessar STEM-greinar, eða ekki? Já. Og vill meina að það sé skortur á starfsfólki í STEM-greinum og hún var líka þegar ekki að benda á að 70% af háskólanemum eru konur í dag, ekki satt? Rosa áhugaverð tölfræði sko vegna þess að það náttúrulega sko konur leita í háskóla til að sanna virði sitt og fá hærri laun sem síðan skila sér ekki og það búið að gjaldfella sko háskólanám eftir að konur fóru að vera meiri hluta fengu betra aðgengi að háskólanum þannig að þú veist, nú bara dugir ekkert að hafa einhverja bakkalárskráðu, þú eru lágmark einhver meistaragráðu eða þú ætlar að náður í einhver laun sem getur mögulega fleittir á leigumarkaði sko, hvað þá að komast í gegnum greiðslumat. Hún vildi nú meina að það væri frekar því að kenna þessu krónutöluhækkanir í launum væri að hafa áhrif á sem sagt launastöðu mentað fólks og þetta það rannsaka frekar en ég bara spyr hvað varðum allt þetta frelsi sem að Sjálfstæðisflokkurinn talar svo mikið þegar þetta svo að fara að beina fólki í ákveðna greinin hvað frelsi okkar allar til að væra það sem við erum áhuga það góð spurning þetta mjög góð spurning sko einmitt, þetta rosa áhugavert þetta frelsi þetta hugtak mjög sko einmitt en þetta það var mikið talað þetta en það var náttúrulega iðgreinarnar sko, þá átti nú bara að vera mikill og hefur verið sérsagt í einhverju samvinnu við samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins eða eitthvað svona og þetta svona eins og framhald af þeirri umræðu sko ég sá einmitt að Áslaugu Arna var á samtöku á þingi hvað heitir þetta, samtök iðnaðarins voru með eitthvað svona þingum daginn ég grunaði svona fram hjá þessu Facebook og datt inn á það sem hún stóð á sviðin einmitt og þar hún einmitt að lýsa frati á íslensku háskólana þeir skrapi botnin
En hvernig væri bara að fara að veita þá bara almennlu fjármagn inn í háskóluna? Nákvæmlega. Þannig að þeir bara ráði þá betur við að gera rannsóknir og mennta fólk betur. Ég meina, þetta alltaf vakt sjálfstæðisflokksins. Þetta nú líka bara svolítið sérstætt að hún sko tjái sig svona á sama tíma og hún að taka fjármagn frá skólanum sko. Já. Einmitt, svo það, einmitt, að hún búin að taka þessa, þegar það er orðin til þessi snjóhengin og býðum við bara eftir niðurskurði eftir 2 ár sem nemur þessum 2 milljörðum sem að var útdeilt daginn í alls konar verkefni, sko. Sem náttúrulega, einmitt. Sem í og eins og efla þá til dæmis skólana með fjarnámi. Já, einmitt. Skilur, það myndi efla alla skóla alveg heilmikið bara að fá fjarnámin í Háskóla Íslands til dæmis. Ef fólk þyrfti ekki að vera flytja búferlum til þess að geta stundar nám í Háskóla Íslands, skilur. Ég meina að það er hægt að gera svo margt til þess að gera skólana betri. Já, og þetta er náttúrulega vakt sjálfstæðisflokksins, þú veist. Já, hún hefur stjórnað. Nær ósliti frá bara lýðveldi, þar sem að bæði menntakerfið og náttúrulega heilbrigðiskerfið líka hefur bara verið svona sorfið að innan. Já, bara einmitt. Já. Herru, ég ætla aðeins að tala líka, kannski í samhengi við þetta líka eða svona í framhaldi af þessu, það er prófessor í háskólanum Erla Sólveig Kristjánsdóttir sem er prófessor við viðskiptafræðideild háskólans. Hún er að undirbúa rannsókn núna á kynbundnum aldursfordómum á vinnumarkaði og það var einmitt viðtal við hana í morgunútvarpinu í morgun sem var mjög athyglisvert. Þar er hún að tala að munin á það eru aldursfordómar gagnvart báðum kynjum en þeir eru meiri gagnvart konum og það er bara að byrja strax bara fertugt, segir hún. Þetta komið svolítið á óvart, ég held að það væri kannski aðeins setna en nei, strax upp á fertugu, þá eru þær í rauninni, þá er búið gjaldfella þær svolítið. Þær þurfa að vera svona á bilinu 35-40 helst, sko, af því þær með heldur ekki vera ofungar. Þannig að Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur, hún hefur gert svona rannsóknir líka, gerði rannsóknir á kennslumati nemenda og þar kom það sama í ljósins þetta, það bara er eins og automatíst, eða mjög svona menningar bundið bara, að konur sem kennarar fengu bara sjálfkrafa verra mat fyrir það eitt að vera kvenkins. Þannig að en hún talar núna, hún Erla, þetta er náttúrulega sérlega slæmt að því fólk náttúrulega lifi lengur líka í dag, það fara að lifa lengur og við verðum eldri og heilbrigðari lengur og höfum metnað til að vinna lengur þannig að þetta er alls ekki gott mál, sko. Nei, ég man það núna í rannsókn Katrínar, þá kom það nefnilega fram að það skipti engu máli hvort að nemendur voru karlkyns eða kvenkins eða á öðru rófi. Það er ekki svo langt síðan hún gerði þetta en ég held að það hafi verið tekið bara karlkona að nemendur af báðum kynjum gáfu konum sjálfkrafa verri engun og þær voru dæmdar harðar, þú veist, af einhverjum svona skölum prósaspurningum og þá voru konuna dæmdar harðar af báðum kynjum. En er hægt að tengja þessu aldursfordóma inn í fegruna aðgerða? Já, líka, sko, vegna svo hún talaði líka með útlit skiptir líka máli. Það er ekki bara, aldurinn á konum heldur skiptir máli hvernig það lít út líka. Þannig að þetta er mun svona viðfæðmara heldur en að kannski fólk ætlar í fyrstu. Þannig að og útlitið vegur þyngra, segir hún, heldur en þekking og reynsla. Já, þetta er bara alveg lýgilegt. Þannig að virði kvenna sé ennþá og náttúrulega verður öruglega með einhverja langa hríð bundi svo mikið í útliti, þú veist, að eins og með litlar stelpur að þá er yfirleitt fyrsta komment hjá fólki, mikið er hún falleg, en þú myndir aldrei heyra það drengi. Nei. Það er til þess að fara inn í aðeins aðra umræðu, sko. Nema þeir séu mjög svona fíngerður og kvenleir. Já, mögulega, sko. Salega fallegur. Já, en þú veist, bara leið að maður hefur séð hennar frasa, mikið er hún falleg, mikið ert þú falleg, þú veist, þetta er eiginlega fyrsti svona eiginleikin sem að konum, sem konur falla undir hjá bara mjög mörgum körlum og konum. Einmitt. Sem á sér ekki samsvörun, hjá körlunum. En hún ætlar allavega að leggjast að með vorinu hún Erla með þessa rannsókn sína. Það var mjög forundilegt að fylgjast með þessu. Hún er komin í samband við bæði finnska og kanadíska fræðimenn sem að hafa áhuga á svona samanburðarrannsóknum.
Þannig að þetta bara allavega mjög áhugavert mál. Heyrðu, svo langaði mig að tala annað, það sem sagt var að þetta sem sagt nýtt frumvarp frá heilbrigðisráðherra sem að sem sagt gengur út á breytingar heilbrigðisstarfsmenn. Þeir fái svona skýrari heimild til þess að tilkynna lögreglu heimilisofbeldi ef að sem sagt þolandi leitar heilbrigðisþjónustu. Þannig ég sko ég held að þetta á að vera svona automatist í kerfinu en það einhver svona undanþága ákvæði sem að verast vera allt of mikið notuð. Þannig að það skila sér ekki málin skila sér ekki inn til lögreglu. Já, ok. Þannig að það ég veit að það eru nokkur svona verkefni í gangi frá forsætisráðuneytinu ekki? Já. Sem í samstarfi við velferðarráðuneyti held ég og heilbrigðisráðuneyti svona ólík aðeins svona annars eðliskaski á milli ráðuneyta og taka okkur ólíkum þáttum en þau eiga öll að fjalla þetta að tryggja öryggi þolenda eða ekki sennilega, og að beina málum þeirra svona skilvirkar inn í dómskerfið þannig að þetta svona held ég eitt af þessum einhverjum fyrstu skrefum það sem á að reyna að styðja betur við þolendur og reynslu þeirra þá og hagsmuni þeirra. Á 15 ára tímabili kemur fram í þessar frétt þá hafi af 1636 konum sem að leituðu að bráðamóttöku á Landspítalanum vegna heimilisofbeldis þá hafa 38 þeirra komið áður vegna heimilisofbeldis. Já, hún ekki verkefnastjóri yfir þessu Drífa Jónasdóttir sem held ég að sé afbrotafræðingur og hún gerði einmitt svona kostnaðargreiningu á heimilisofbeldi í tengslu við Landspítalan. Þú veist, það ekki hægt að tala ofbeldi nema að tala peninga. Þú veist, þetta leið til að ná eyrum stjórnvalda það að tala peningana. Já. Þannig að þá var hún hjá Stígamóti, ég held að sú rannsókn sé það. Ég held að þetta tala peningana, ég held að hún ætti að tala peningana, þetta með velmenntuðu konurnar sem fá ekki vinnu og vannýtt auðlind og Erla ætti kannski bara að reikna út hversu upp á krónu hversu vannýtt auðlind þessar konur eru. Það var að tilsvært. Já. Herðu, erum við með fleiri fréttir? Ekki í bili frá mér allavega. Ekki í bili. Þá segjum við bara þetta gott og hittumst aftur af viku liðinni. Já. Takk fyrir okkur. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.